Hlutabréf bréf sem segir til að ég eigi eitthvað ákveðið mikið í einhverju fyrirtæki. Þetta voru bréf í gamla daga, þetta fer nú bara fram á rafrænu formi í dag. En ef ég kaupi hlutabréf í einhverju fyrirtæki, við skulum segja 1%, þá á ég 1% í fyrirtækinu. Og ef verðmæti fyrirtækisins, við skulum segja, ég hef keypt 1% í fyrirtækinu fyrir 10.000 krónur, þá verðmæti fyrirtækisins 1.000.000, af því 1% þarf ég að margfalda sinnum 100. En ef verðmætið á fyrirtækinu hækkar upp í 2 milljónir á ákveðum löngum tíma, kannski á 5 árum eða eitthvað, og hlutafénu ekkert breytt, þá á ég allt í einu hlutabréf fyrir 20.000. Hlutabréf hækka og lækka eftir því hvort að fólk hefur trú á því hvort að þetta fyrirtæki sé meira virði eða minna virði. Það að segja þegar fyrirtæki eru á markaði. Því þá get ég selt hlutabréf ef einhver vill kaupa þau á því eins háu verðu og einhver vill borga, og þannig hækka og lækka verðin. Og þetta markaður sem getur breyst mjög hratt. Menn geta grætt háar fjárhæðir eða taka áhættu, en menn geta líka tapað. Því að ef fyrirtækinu gengur illa og verðmætið í upphaflega dæminu mínu lækkar niður í 500.000, þá á ég ekki nema 5.000. Og ef fyrirtæki fer á hausinn, þá á ég 0 krónur. Þá tapa ég hlutafénu.